þá hafinn nýr átaksmánuður á Íslandi og í þetta skipti átakið annaðhvort með háleitustu markmið allra átaksverkefna frá upphafi eða heimskulegasta nafnið. Plastlaus september. Ef við má trúa nafninu á þessu átaki, þá þetta væntanlega mánuður þar sem að við eigum ekkert að nota plast. En hvað myndi það þýða fyrir okkur? Jú, það myndi þýða að fyrir að fyrsta getum ekki búið í húsunum okkar. Því að í húsunum okkar fullt af plasti í lögnum, í einangrun og öðru slíku. Næsta sem við þyrftum þá að íhuga það að við getum ekki notað neitt rafmagn eða raftæki. Því það líka fullt af plasti. Faratækin okkar verður alveg út myndinni og eins meira minna allur fatnaður. Nú, í viðbóti þetta þá getum við svo sem sagt að vatnið okkar, við þurftum væntanlega að sækja það í bæjarlækinn. Þeir sem svo heppnir að hafa bæjarlæk og hinir sem ekki hafa bæjarlæk, þeir þurftu þá væntanlega að safna regnvatni í fötur, stálfötur. Kannski tréfötur, síldartunnur gæti verið ágætt. Matvæli, ég get alveg glemt þeim. Plast notað á öllum stigum matvælaframleiðslu og svo til pakninga, þannig að gleymið þeir sem matvæli. Nema þið sem náttúrulega eru með ykkar eigin kálgarð og getið náðið í matvæli þangað. Þá sleppur það bara ekki nota plastpoka til að ná í það. Það vill nefnilega svo til að plast orðinn órjúfanlegur þáttur af lífi nútíma mannsins og þetta einhver besta uppfinning sem maðurinn hefur komið með hingað til að mínu mati. Þetta gerir okkur til dæmis kleift að búa í borgum og bæjum. Það bara þannig. Allir flutningar á vatni, skolpi og annað slíkt væri ekki hægt frá stórum borgum og bæjum nema með tilkomu plasts. Nú, plast stuðlar einnig að miklu minni útblæstri, bæði með því að létta faratækin okkar og einnig líka með því að létta umbúðir utan vörur sem við flytjum fram og tilbaka. Plast eykur líka endingartíma matvæla sem gerur okkur kleift að flytja matinn lengri veg til borga og bæja og minnkar jafnframt matasón sem mjög mikilvægt verkefni líka. Plast út allt og það verið að nota alls staðar og það verið að nota það líka í læknavísindum og það hefur orðið mikil þróun í læknavísindum vegna plast. Það verið að smíða gervilimi, það verið að smíða liði í fólk og náttúrulega í lítalækningum. Þannig að plast alls staðar í rauninni. Og ef við kíkjum aðeins til framtíðar þá vill svo til að plast mjög mikilvægur þáttur í nýjum rafhlöðum sem verið að þróa núna. Rafhlöður sem að koma til með að endast betur, það koma til með að verða auðhlaðanlegri, það að segja að það verður tekið styttri tíma að hlaða þær. Það koma til með að vera fyrirferðarminni og léttari. Kemur til með að gjörbreyta öllu sem að heitir farartæki sem rafdrifin, skip, bílar, annað slíkt. Og ekki bara það, heldur kemur til að gjörbreyta líka allri framleiðslu á endurnýtanlegum auðlindum, eða rafmagni með endurnýtanlegum auðlindum, svo sem sólarorku, vindorku og vatnsorku. Það hefur verið talað dálítið plast sem einhverja náttúruvá og það mörguleyti alveg hárrétt. Ég meina það plast út allt út í náttúrunni og það ekki gott, langt í frá. Ég ætla ekki að mæla því mót á neinn hátt. En að plast sé hættulegt einfaldlega rökvilla. Vegna þess að plast í sjálfu sér ekkert hættulegt. Það hvernig við notum það og hvernig við hendum því í staðinn fyrir að endurvinna það sem slæmt fyrir náttúruna. Þetta bara alveg sambærilegt við það að bíll í sjálfu sér ekki hættulegur en ef við notum hann gáleysislega þá getur hann verið hreint og beint drafstæki. Snúum okkur aftur að verkefninu Plastlaus september. Ef við skoðum það nánar þá ekki verið að hvetja til Plastlaus september eins og nafnið gefur til kynna. Heldur á að þetta vera árvekni átak sem á að vekja fólk til umhugsunar plastnotkun og þann plastúrgang sem fellur til dagsdaglega og leita leiða til að minnka plastnotkun. Frábært. Það akkúrat það sem þetta á að gera. En þetta sem sagt ekki plastlaus september, bara aðeins minna af plasti. Við eigum að sjálfsögðu að draga úr notkun plastpoka og einnota umbúða.
Fyrst og fremst vegna þess að það bara hagfræðilega rétt fyrir okkur. Ef við hættum að kaupa plastpokann í búðinni þá spara það nokkra krónur hér og þar og þessar krónur verða nokkrum 100 krónum og svo 1000 krónur og svo framvegis. En ekki bara það heldur, með því að nota plast í einnota umbúðir og plastpoka að þá erum við að nota auðlind á mjög rangan hátt. Við getum verið að nota það til miklu betri hluta. Þannig að að gera að draga úr notkun, ekki spurning. En ef við ætlum að hætta að nota einnota umbúðir þá þyrftum við að breyta lífstílnum okkar algjörlega. Flutningur á matvælum til dæmis, eins og ég nefndi áðan, hann gengi ekki upp eins og við erum að tala um hann í dag, ásamt því að mikið af matvælum sem við erum að kaupa og mikið af vörum sem við erum að kaupa eru þróaðar einmitt af því að þessar umbúðir eru mögulegar. Sjáðu bara fyrir ykkur að kaupa músli í glerkrukku eða álkrukku. Það er að segja, ég er ekki að tala um músli fyrirgefi. Ég ætla að segja jógurt með músli. Sjáðu bara fyrir ykkur að kaupa jógurt með músli sem er í álkrukku eða glerkrukku. Væri sennilega ekki alveg eins gott eða spennandi og það myndi krefjast náttúrulega mikilvæg þróunar. Brotthvarf frá einnota léttum umbúðum er náttúrulega líka þannig að það myndi skapa alveg gríðarlega mikinn útblástur gróðurhúsalofttegunda. Þannig að það er ekkert mjög freistandi heldur. Átaksverkefni sem á að minnka plast í umhverfinu ætti að mínu mati að vera með meiri áherslu á endurnýtingu og endurvinnslu plasts. Það er nefnilega hægt að endurvinna plast, jafnvel margsinnis, og í lokin er hægt að nota plast sem orkugjafa við stýriða brennslu. Það krefst hins vegar þess að neytendur vilji og geti og skili plastinu til endurvinnslu. Það þarf að vera farvegur líka fyrir endurvinnsluna. Það er nefnilega svo lítill árangur af því ef við fáum fólk til að minnka notkun á einnota umbúðum eða plastpokum, jafnvel þó að við myndum náði 50%. Ef að hinn 50% fara bara beint út í náttúruna eða í landfyllingu einhvers staðar. Hafðu þetta í huga næst þegar þú hendir umbúðunum af smjörvanum þínum, súkkulaðistykkinu eða lambalærinu. Geti komið þessu til endurvinnslu. Þannig að getur ekki verið plastlaus. Já, nema sér tilbúin til þess að hverfa tilbaka til lifnaðarháttana sem voru á jörðinni á 19. öld.